saman í Heilsubælinu, þá í Stellu í orlofi og síðast í Stellu í framboði. Nú koma þau Edda Björgvinsdóttir og Laddi saman á ný í fjölskyldumynd sem ber það undarlega nafn L7 Hrafnar Sóleyjar og Mirra, en myndin verður frumsýnd í Sambíónum í haust. Við fórum á settið og fylgdumst með. Svo, viltu prófa? Halda bara hér í hausinn fyrst. Svona já. Og svo bara skera hann á háls. Já, þetta svona fjölskyldu ævintýramynd sem gerist hérna í Hafnarfirði. Ég hef ekki lesið svona skemmtilegt handrit lengi. Það allar litla stelpu sem að lenda í ævintýri, þetta svona ævintýramynd. Maður má ekki segja of mikið náttúrulega, en hún að leika pappa sínum og það einhvern veginn vill enginn gefa henni upplýsingar og hún kemst í tæri við leikfélag. Og stelpan sem leikur aðalhlutverkið, hún tengist aðeins með kynnist okkur gegnum það vegna þess að pappennar sem nýdáinn þarna í leikritinu, að hann var í leikarleginu. En tekst á við sorgina með hjálp svona sérvitra gamalmenna eða svona eldri borgara sem leikarinn ekkert vola sattu að kalla gamla fólkið. Ég veit ekki hvað ég á fengið í það en ég syns bara beðnum að vera með og ég og Ladd og Pétur Einarsson og Anna-Kristín Arngríms og fleiri sem eru þetta leikfélag. Maður má ekki segja of mikið náttúrulega, en svo svona hliðarplott, það eru vondu gæjarnir, pólitíkusarnir auðvitað, sem eru að reyna að losa sem sagt lóðina sem leikhúsið að stendur á og þau eru að gera allt til að halda í það og eru að senda hérna bara þau skilaboð þau eigi tilveru rétt meðan hann setur upp leikrit Don Quixote sko. Og maður má ekki segja of mikið náttúrulega, en við vorum enda að taka eina senu sem á að vera inn í leikhúsin sem í handritinu, kvikmyndahandritinu. Sama fyllir þessi Júlið þetta. Engir alvöru glæpamenn sem að geta verið að eldast við? Þú leggst náttúrulega með Ladda í Heilsubælinu og Stellu í orlofi, Stellu í framboði og svo núna. Það orðin hvað, 15 ár síðan þið voru saman seinast? Já, það ekki? Jú, líklega. Við svona ruglum stoltið, svona maður byrjar alltaf að frú Stella, svo fattar maður að maður, þú veist. Hún kann bara vel við það, eða ekki? Já, jú. Laddi bara svona eins og besti bróðir minn í heiminum, sko. Hrikalega gaman að vera með hann, ofboðslega gaman. Mér langar alltaf að gera eina en Stellu minn. Hún ekkert annað en frú Stella, partur af programmet, sko. Ég ætla að trúa þið fyrir, ekki láta að fara lengra. Það Stella og Salomon eru farastjórar með ellilífeyrisþega á Sólaströnd. How like that? Þetta fer ekki lengra í lofa. Já, takk fyrir. Hvernig þessi nýja stelpa? Við þekkjum hana nú ekki. Nei, þetta bara svona lítil stjarna, undurfögur og alveg ofboðslega góð. Þetta þín fyrsta bíómynd? Já. En hefurðu leikið áður? Ég verið á námskeiðinu í Borgarleikhúsinu. Og ætlar að læra leiklist þegar þú ert orðin eldri? Já. Alveg staðráðin í því? Já. Og hver síðan draumurinn? Ég veit ekki, ég bara stefni ekki flestir á Hollywood. Vissu hún alveg hverju þið voru? Nei, við þurftum að rifja það upp og við tókum dálítið tíma svona manst eftir þessu. Þú verður að koma að sækja okkur. Þið sögðust alltaf að drepa okkur. Er þetta drama eða grín? Þetta er mikið drama. Nei, þetta er nú svona bara létt, eins og maður segir, fjölskyldumynd og það er svona drama í þessu líka, jú. Hvernig getur ekki verið mikið grín í þessu ef þú og Stella Löf eru mætt? Já, við erum ekki svona í miklu grínhlutverki þannig, sko. Við erum svona bara venjulegt, svona gammalt fólk sem við erum svona í leikhópur. Fljótur, upp á lögreglustöð. Við náðum sönnunargögnunum. Hvaða sönnunargögn eru það? Þið er alveg skotin maður. Þeir eru að elta okkur. Það er voðalega gaman að leika eins og við erum núna hérna, við erum í Bæjarbíó í Hafnarfirði og það maður rifjar upp svo margt hérna þegar ég var hérna bara lítill gutti í 3 bíó og sjá Roy og Tassan og svona. Þannig að maður bara, þú veist, maður rifjar ýmislegt upp. Og hvenær verður myndin sín, segir þú? Það er stefnt að frumsýning í febrúar 2011 í Sambíónum. Þetta er ævintýramynd og ofboðslega falleg og ofboðslega skemmtilega, má enginn missa af því. Ég lofa ógleymanlegri skemmtun. Þetta er bara að höra. Einu sem skilja. Komið þið!